Góðan daginn og velkomin í fyrsta þáttinn af stafræna spjallinu. Stafræn umbreyting svolítið mál málana, en hvað þýðir þetta eiginlega? Hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf á Íslandi? Við stefnum að því að taka nokkur málefni fyrir og velta upp spurningu sem oft koma upp í almennri umræðu og með það að markmiða að leiðbeina og koma hlutunum á mannamál ef svo má orðið komast. Hið stafræna snýst nefnilega eins og flest annað fólk og því ekkert mikilvægara en að fólk skilji og treysti stafrænni þjónustu. Það mun leiða til þess að einfalda líf okkar allra sem og að opna augu okkar fyrir þeim tækifærum sem felast í stafrænni umbreytingu þegar kemur að lífi og starfi okkar allra og ég tala nú ekki umhverfisáhrifin. Ég heiti Vigdís Jóhannsdóttir og markaðsstjóri hjá Stafrænu Íslandi sem hefur það hlutverk að bæta stafræna þjónustu hins opinbera í samstarfi við stofnanir. Þar leikur samtal og fræðsla lykil hlutverk og þess vegna erum við hér samankomin í dag. En í þessum fyrsta þætti ætlum við einblína á persónuvernd. Hvað það sem skiptir máli, hvað ber að varast og hvernig skynsamlegt að fóta sig í þessum stafræna heimi. Til að svara þessum spurningu með mér hér í dag þau Atli Stefán Ingvason frá upplýsingafyrirtækinu Koala og Vigdís Eva Líndal sem sviðsstjóri erlends samstarfs og fræðslu hjá persónuvernd. Atli Stefán Ingvason ráðsali og rekur ráðsölustofuna Koala. Atli Stefán uppalinn í fjarskiptabransanum og veitir fjarskipta og ferðaþjónustu fyrir félögum ráð í markaðsmálum og upplýsingatækni. Hann líka alhliða nörd, fylgist vel með tækni, stofnaði tæknibloggið simon.is og stjórnandi hlaðvarpsins Tæknivarpið. Hann elskar að fikta í tækjum og kerfum og alltaf að skoða eitthvað nýtt. Vigdís Eva Líndal lögfræðingur og starfar sem sviðsstjóri erlends samstarfs og fræðslu hjá persónuvernd. Þar hefur hún starfað síðustu 12 ár. Hún hefur yfirgripsmikla þekkingu á persónuverndarlöggjöf og þeim kröfum sem persónuverndarstofur gera. Hún hefur líka mikinn áhuga á tækni og öllu sem því tengist. Vigdís hefur tekið þátt í innlendu og erlendu samstarfi persónuvernd, setið í nefndum og ráðum fyrir stjórnvöld og haldið fyrirlestra málefni tengd persónuvernd á innlendum og erlendum vettvangi. Vigdís kennir líka persónuvernd í HR. Áður starfaði hún hjá iðnaðarráðuneytinu á skrifstofu nýsköpunar og þróunar. Vigdís það sem maður kallar mega persónuverndar-nörd. Velkomin og takk fyrir að taka þátt í þessu með okkur. Takk fyrir. Takk. Ef ég fæ kannski að byrja þér, Vigdís, ef það hægt, værirðu til að útskýra fyrir okkur persónuvernd í stuttu máli? Já, ég skal gera mjög heiðarlega tilraun. Persónuvernd snýst má segja í mjög einföldu máli rétt okkar einstaklingana til að fá að vera í friði þegar við viljum það. Að það sé ekki einhver að horfa yfir öxlina á okkur, að við fáum að loka á okkur þegar við viljum fá að vera í friði. Það svona grunnurinn. En auðvitað persónuverndin líka, hún alltumlykjandi í dag má segja og kannski þessi tveir grunnþættir sem við erum alltaf að horfa á má segja gagnsæi. Þar að segja að við vitum hvaða upplýsingar verið að vinna með okkur og sjálfsákvörðunarrétturinn. Þar að segja þegar að við fáum að stjórna hvaða upplýsingar unnið með okkur. Og það svona kannski inntakið í persónuverndinni. Og eiginlega kannski ástæðan fyrir því að svo mikilvægt að velta fyrir sér nákvæmlega hvað það sem að gera og hverju sinni því að það hlutir hafa breyst mjög hratt og það alveg full vinna að fylgjast með í rauninni þeim tækni nýjungum og breytingum sem að eiga sér stað. Hvað segir þú, Atli? Hvernig svona snýr persónuverndin að þér sem svona tækninördi? Þetta nefnilega svolítið yin og yang hjá mér því að ég verð alltaf að taka þátt í því að kynna mér alltaf þetta nýja. Þannig að ég þarf að stofna mér aðgang að TikTok til þess að vita hvað það til þess að geta fjallað það í Tæknivarpinu. Þannig að ég alltaf, mitt digital líf örugglega ekki mjög hreint og þetta ber að varast. Það algjörlega önnur hlið á þessu. Ef þjónustan ókeypis til dæmis, þá eiginlega mjög góð þjóðumböturegla að halda þá að þú sért þá eða þínar persónugreindu upplýsingar séu þá í rauninni það sem við viljum að greiða með þjónustuna. Og maður þarf að passa sig, maður þarf að vita hvað maður að gera og ég ákvað bara mjög stemma í minni svona stafrænu heilsu að koma fram við internetið eins og almanna vettvang.
þú ert í rauninni inn í Smáralind, þú ert ekki inn í herberginu að skoða hundaólar, sem ég var að gera í gær. Það er rauninni vita allir að þú ert búin að klikka á þessa auglýsingu fyrir hundól og núna eru allir sem selja hundólar konur með þá vitneskju. Þannig svolítið netið í dag og maður þarf bara að vera með það hugafar að vera meðvitaður það að þetta sé almannavettvangur. Og þá er rauninni, strax þú getur sett í það, þá er rauninni getur hagað þér eftir því. Og nefnum við viti betur, það er náttúrulega fullt af aðalum sem haga sér vel og eru ekki að gera slíkt og eins og til dæmis þjónusta sem er á vegum hins opinbera, það er mjög lítið svona eldi-hegðun eins og ég kalla það og svo getur við auðvitað tekið þú getur nú nýttir tól til að taka í rauninni smá stjórn á þessu til þess að vernda þig betur. En sko, mér finnst þetta rosalega áhugaverður punktur að þetta snúi svolítið hugafar, en þess að þessar breytingar, þessi umbylting verður, hún kemur svolítið svona, gusar svolítið hratt yfir mann og við til dæmis, ef ég segi fyrir mitt liti, ólst ekki upp við samfélagsmiðla, maður svona fékk fyrsta mótimiðin á heimilið og var í einhverjum vandræðalegum tölvuleikjum á þeim tíma sem unglingur og þótti ógeðslega kúl. En í dag eru börnin manns og unglingarnir komin svo langt fram manni. Átti til dæmis kaupi fyrsta iPhone-in þegar ég var að ferðalagi með dóttur mína sem er 3 ára og þetta snerist að hún hefði eitthvað að horfa á flugferðalagi og hafði áhyggjur að því að hún erði svolítið tíma að finna útrússu og þetta var útrúlega dýrt og maður var einhvern veginn að leiðni. Við náðum ekki að innritunarborðinu, þá var hún búin að finna útrússu hvernig þetta virkaði og byrja að skipta á milli. Þannig að þetta var þeim, henni svo þetta er einhvern veginn það vel þróað að maður svona mér líður strax eins og maður sé orðinn gamall og eftir á og ég er bara fullt í fangi með að áttum á þessu. Og þar koma kannski samfélagsmiðlar svolítið sterkt inn sem er kannski eitthvað sem við höfum öll verið svolítið að fást við og þá aftur hugafarið. Það er alveg pottþétt, það er svo margt vont þarna úti. Alveg sama hvort við séum í rauninni, í mínum huga allavega, á netinu eða bara í lífinu. Við myndum aldrei skilja 10 ára börn eftir á hringtorginu, stóra hringtorginu við Hringbraut. Á þess að við værum að halda í hendina þeim. Þarna er hugafarið einmitt eins og þú nefnir hjá mér að það er ástæðan fyrir því við viljum hafa aldurstakmörk á því sem þeir að gera. En hvað er ykkar upplifun? Eru samfélagsmiðlarnir alvondir eða hvað getum við gert til þess að passa okkur og fólki okkar hana? Já, einmitt, þetta er mjög góð spurning. Sko, eru þeir alvondir? Ég veit það ekki. Geta fyrirtæki verið vond? Ég veit það ekki. En sko, það er ýmislegt sem hefur komið upp í umræðinni síðastliðin ár sem að er mjög mikilvægt að vera meðvitaður að Facebook er ekki bara Facebook, það er ekki bara þú setur status og hann bara einhvern veginn hverfur út í tómið. Það er verið að vinna með þessar upplýsingar. Facebook er að búa til vöru, þeir eru að búa til peninga fyrir sína fjárfesta og þeir eru að selja þessa vöru. Og við erum varan. Ég held að allir séu að vera sammála það í dag. Ef maður hugsa tilbaka, sko, Facebook er stundum að koma með einhver svona minningar og það kannast allir við þetta þegar maður satt 2007 og jæja, nú ætla ég að fá mér kaffi. Einhver svona algjörlega tilgangslausar uppfærslur á lífum manns. Að það eru voða fáir sem gera þetta í dag. Og maður sér algjöra umbyltingu á því hvernig fólk umgengs miðlinn. Og ég held að það nái ákveðnu hámarki svona með Cambridge Analytica uppljóstrunum. Það var búin að vera ákveðin stígandi í þessari umræðu en það verður ákveðið svona, það verða kaflaskipti með Cambridge Analytica því að þá fólk áttaði sig á því að Facebook var að selja vöru. Þetta er ekki góðgerðarstarfsemi. Fyrirtæki, ég meina bara öll fyrirtæki. Þau þurfa að skila hagnaði og þau þurfa að standa frammi fyrir þeim sem eru búin að setja peninga í fyrirtækið. Og hvernig gerur það þegar þú ert með heimsins stærsta samfélagsmiðl? Þú ferð að selja auglýsingar og áhrif. Og hvernig færðu meiri peninga? Jú, þú segir, herðu, við getum sýnt ykkur hvaða hópa eru bestir fyrir ykkur. Og við getum farið að búa til algoritma sem að sýna þessu fólki eitt og þessu fólki annað. Og það er kannski eitt þegar þetta snýst skó eða hundaólar. En þegar þetta farið að snúast svona grundvallaratriði í okkar samfélagi, eins og kosningar,
að þá erum við komin út á dálítið hála braut. Og ég held að þessi umræða, hún hefur verið dálítið svona ríkjandi síðastliðin ár og hefur kannski breytt í hvernig við að minnstakosti umgöngust Facebook. Hún ádáldi held ég eftir að eiga sér stað aðra miðla. Við sjáum ákveðin stíganda í tengslum við TikTok. Fyrir þá sem ekki vita þá er TikTok kínverskt fyrirtæki í grunninn. Og í Kína, þeir reyndar voru að setja sér persónuverndarlög, en þau beinast að sjálfsögur bara gagnvart fyrirtækjum en ekki hinu opinbera sem náttúrulega á öll fyrirtækin. Og svo eru þau með starfsstöður í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru heldur ekki með neina heildarlöggjöf í persónuverndarmálum og það í raun og veru engin persónuvernd í Bandaríkjunum. Fyrir utan náttúrulega aðgang leyniþjónustustofnana og annað. Þannig að ég held að þetta hafi allt verið að koma upp á yfirborðið síðastliðin ár og ég er eiginlega þess fullviss að þetta hefur breytt hegðun mjög margra í tengslu við samfélagsmiðla. Það eru auðvitað alls konar önnur atriði sem koma persónuvernd ekkert við og það er bara, þú veist, þetta hversu miklum tíma við eyðum fyrir fram að skjáin og allt það og börnin okkar og svo framvegis. En mitt mat er allavega það sem bara sjálfverandi foreldri að það er full vinna í dag að vera foreldri og halda sér á tánum, að skilja hvernig samfélagsmiðla virka, hvernig allir þessi leikir sem í boði. Þú ert í samtali við börnin á hverjum einasta degi hvort að það megi fá þennan eða hinn leikina því að hinir vinirnir eru að spila hann eða eitthvað svoleiðis og svo kannski þegar maður fer að spurja þá er enginn í þessu leik, það er bara mönnum langar í leikinn sko. Og þess vegna er svo mikilvægt sem foreldri að reyna eins og maður getur að vera á tánum og það er ekkert kannski alltaf auðvelt. En ég segi alltaf lesa það sem í boði, allavega renni yfir það og það er nefnilega ábyrgð fyrirtækjanna, það er ekki sanngjarnt að leggja allt á einstaklingin. Af því að ábyrgð fyrirtækjanna er ekki síður miklu meiri, af því að ég nefndi gagnsæðinni upp að því, að það er þeirra hlutverk að segja fólki frá því hvað það er að gera og gefa þeim valið. Bara, þú veist, viltu fá sérsniðunar auglýsingar eða ekki? Þetta er ekki flóknari spurningi en það. Viltu að við eltum þig við netið, já eða nei? Þú veist. Mér finnst þetta rosa flottu punktur og það kannski kemur inn á bara svona hefðbundna notkun hjá okkur, ekkert endilega tölvuleiki eða samfélagsmiðla, heldur bara netið sem slíkt. Nú koma cookies og svona þú ert að samþykja hluti fram og tilbaka og ég er alveg segum að þú veist, ég var að gera ítalskar kjötbollur í vikunni og kom inn uppskriftarsíðu og bara accept og ég var að flýta mér og ég var að byrja að steikja hakki, þú veist, þetta bara mér lá á. En ég las ekkert upplýsingarnar. Og það, þú veist, talandi gagnsæi, þetta er eiginlega mjög langt og mikið. Þú veist, er þetta hluti bara af því sem að koma skal eða er þetta bara laust fyrirtækjana fyrir því að geta haldið áfram að elta okkur og komast og standast kröfur, svona GDPR kröfurnar, persónuverndar kröfur, eða hvað segir þú Atli? Er þetta bara, hvað þurfum að passa okkur á þarna? Sko, ég held að enginn sé mjög ánægður með þessa kökureglu og en hún hefur rauninni samt svona ítt málunum áfram. Þetta er erfitt mál, það er mjög mikill vilji til þess að búa til mat úr þér og sérstaklega þessar uppskriftasíður, það eru einna verstar held ég af öllum þessum síðum fyrir utan alltaf samfélagsmiðlana sem eru mjög langa cookie consent kapla inn á síðum sinum eða ekki, eins og Instagram er bara með accept all eða farðu, þú veist. Og það má geta þessa Instagram í svona, ég sá daginn svona úttekt á í rauninni persónuverndar sjónarmiðum þessa stóru samfélagsmiðla fyrirtækja og Instagram er það versta af þeim öllum, bara svo við vitið það. Og það þarf að passa sig, því í rauninni Instagram mun nota allt sem þú gerir, klikkar á, lækar, kommentar, þau munu geyma allt saman. Ég held að þessi vegferð sem til dæmis GDPR-reglugerðin er á, hún er í þróun og mun halda áfram. Hún mun örugglega í framtíðinni eitthvað tæknilega breytast. Það eru sprotafyrirtæki og ríkisstjórnir sem hafa talað fyrir því til dæmis að koma sér upp einhverju svona cookies sem þú hefur stjórn á, svona digital skilríki þín sem þú í rauninni geymir og þú mátt segja að ég hef áhuga að sjá auglýsingar fyrir hundaólar því að ég er hundaeigandi og ég vil fá besta tilboð eða flottustu óluna. Og það geti verið einhver framtíð en núna er allan að kökunar hérna í Evrópu þær eru komin til þess að vera og þær verða á næstunni og þær eru leiðilegar og það er fyrirtækin eins og eina mínum uppáhaldssíðum, TheVerge.com sem er svona tæknifréttasíða. Hún í rauninni fer mjög illa með
cookie, köku, boðið, þú veist, það er rauninni, þeir sína og láta þeir haka út alla aðala sem þeir eru í samskipti við og þeir eru í samskipti við alla þessa vestu. Og flest fjölmiðlafyrirtæki eru að fjármagna sig með þessum hætti og það er líka stórt vandamál. Hvernig eiga þessi félög að fjármagna sig? Það hafa samfélagsmiðlar komið upp á borðið sem reyna að rukka fyrir afganginn, frekar heldur en að nýta þínar upplýsingar og selja þeim öðrum. Og þeim hefur ekki gengið vel. Það er enginn sem er með áskrift. Twitter, núna nýlega var með eitthvað sem heitir Twitter Blue sem átti að vera eitthvað svona og kom í ljós að þeir tóku út þetta var orðrómur að sú vara myndi vera með þann fítur sem þú getur slökkt á eldileiknum. En svo var síðan ekki þegar það kom í loftið og mjög skrítið allt saman. Þannig að það virðist ekki ganga að fá fólk til þess að borga fyrir þessu vörur og vöruna sem eru núna, sem eru ókeypis, þær eru líka með svo rosalegt forskot. Það er rosalega erfitt að koma núna og ætla að vera Facebook nema með persónuverndar featsum. Ég held að sé bara eiginlega ógerlegt. Ég held þetta verða að koma frá hinu opinbera og samfélagin þurfa að taka ákvörðun að reyna að taka á þessum vandamálum. Og svo segir náttúrulega þessi fyrirtæki, við erum ekki að gera neitt rangt, við erum bara að bjóða þær fallega hundahól. Einmitt. En eitt til að bæta líka við þetta að sko núna í Evrópu, það er ekkert svona status quo í Evrópu. Það eru stór samtök, sérstaklega ein sem hafa kallað sig None of Your Business og eru kallað NOIB og þeim stýrt af manni sem heitir Max Schrems, sem kannski ekki margir Íslendingar þekkja, en Max Schrems var laganemi sem að fór alla leið fyrir Evrópudómstólinn og felldi úr gildi, var upphafsmaður þess að Evrópudómstólinn felldi úr gildi samkomulag milli Evrópu og Bandaríkjanna flutning persónuupplýsinga. Og hann stofnaði þessi samtök og þau hafa verið mjög, ágeng eða gengi fram fyrir skjöldu, bæði hvað varðar kökurnar, hafa lagt fram held ég hátt í 1000 kvartanir varðandi kökunótkun í Evrópu og þeir eru með nokkur stór mál hjá írsku systurstofnun okkar, til dæmis varðandi þessa fræðslu sem að Facebook eða Meta þá í dag er að veita á sínum miðlum, þar að segja Instagram, Facebook og svo framvegis. Og þessi mál voru lögð fram 2018, 25. maí þegar GDPR tók gildi og eru að mér skilst á loka metrónum og það er eins og þú segir, aðkoma stjórnvalda að þarna í raun og veru liggur umbreytingin grafin af því að þessi fyrirtæki halda því fram að þetta sé bara allt í góðu. Og írska stofnunin er með það risa verkefni í höndunum að ákveða hvort svo sé eða ekki. Ég held að kannski með við þá ferla sem maður hefur séð myndir af samþykkisferlum Facebook og þá getum við allavega verið sammála um það. Þetta er dálítið flókið. Þannig að ég held að það verður að gefa þessu aðeins smá séns af því að ég held og bara vona það að þetta muni breytast. Af því að við viljum öll bara búa í góðu samfélagi og það er þessi kannski stóra spurning sem heimurinn stendur frammi fyrir bara við öll. Í hvernig heimi viljum við lifa í? Viljum við lifa í einhverju Minority Report heimi eða viljum við lifa í heimi þar sem við höfum ákveðna stjórn á því sem við erum að gera og við séum upplýst. Og það er náttúrulega verkefni stjórnvalda að upplýsa almenning og ekki síst til dæmis bara minna stofnun af persónuverndar. Það er bara eitt af okkar lögbundnu hlutverkum, það er að veita fræðslu og það er ærið verkefni að vera einmitt á tánum og fylgjast með hvað er að gerast. En þetta er eiginlega ótrúlega áhugaverður punktur að það vilja allir gera vel, það leggur. Ég ætla bara að segja það eru mjög fáir sem leggja af stað með einhver svona illum tilgangi í neinu sem þeir að gera. En hvað þanga til? Nú erum við á einhverju svona tímabili og við erum alltaf svolítið að ná aftur í skottið á þessum tæknibreytingu sem er eiga sér stað. Skiljum þetta kannski ekki rosalega vel. Hvað getum við gert svona þanga til að einhver kemur og tekur aðeins betur utan um okkur? Hvað getum við gert til þess að, eins og til dæmis með síman okkur að tölvurnar til þess að vera upplýstari? Þú nefndir að lesa okkur í gegnum allt sem að fyrirtæki dunda sér svolítið við að gera svolítið óþolandi þannig að maður flýtir sér að íta á accept eða fer ég að bli einhver svona, ég upplegaði eins og ég nefndi aðeins svona mótþróa gagnvart ég að íta á accept bara þegar ég vil bara hætti þessu. Og viltu það bara núna? Já, ég nenni ekki að hugsa einhverja svona stærri afleiðingar. Er þetta áhugaleysi, er þetta skortur skilningi í okkur eða hvað, aftur hugarfarið, hvernig getum við bara gengið lengra,
það var einhver sem setti hérna myndavélina á tölvunni hjá mér þannig að ég geti lokað fyrir myndavélina, maður sé fólk með teip og upplifa sér svolítið svona eins og það sé bara eitthvað njósnatæki kringum eins og Cambridge eða hvað það er. Og það voru svo vondur staður að vera og að þú getur ekki tekið þátt svolítið í samfélaginu sem er svolítið komið á netið eða sótt alls konar þjónustu og þú ert bara pínur hræddur. Hvað er eitthvað einhver tól eða einhver ráð sem tæknilega sem maður geti nýtt sér? Já, það er svolítið að færast í aukana að þessi tækin eru að byrja að gefa í val og hugbúnaðurinn líka. Apple hefur gert það svona kjarnavöru eða kjarnafítus sem fer í gegnum alla vöruna þeirra að bjóða upp persónuvernd og til dæmis þar núna nýlega kom stór uppfærsla í stýrikerfinu sem hafði áhrif á alla iPhone síma þar sem það er spurt og opnar app, viltu leyfa þessu app að fylgja þér eða viltu biðja að hætta því? Og þetta hafði rosalega áhrif á rosalega marga og sérstaklega Facebook og Instagram. Og þetta er rauninni slökkti á svo miklum fítusum fyrir auglýsingakerfin þeirra að þau eru búin að reyna að lobbya gegn því og eru búin að vera að pönkast í Apple á móti og það er einu komið bara svona slagur á núti. Apple er allavega að gera þessa hluti rétt og eru með mjög vinsælt stýrikerfi hérna á hinum vestræna markaði. Er þetta afturvirkt? Er hérna fyrir þá sem eiga til þessu? Nei. Og hvað er það sem bara, ef við tökum bara það tækið fyrir, hvað er það sem að þá Apple og notendur gætu gert sem eiga Apple síma? Sko það eru margar stillingar sem eru hana og þessi stilling þannig að þegar þú opnar app í fyrsta skipti eftir þessu uppfærslu sem kom út fyrir svona 4 mánuðum eða kannski hálfa ára eitthvað svoleiðis. Og þá er rauninni þú átt alltaf að smella ask app not to track. Já. Og það er bara frábært tæki. Það hjálpar rosa mikið. Apple er líka búin að gera kröfu núna til alla sem eru með appin í App Store að skila af sér lýsingu hvernig appin nota upplýsingarnar. Og þetta er allt eiginlega á mannamáli, myndi ég segja. Ég myndi segja að svona flestir yfir 14 ára sem kunna ensku geta í rauninni kynnt sér þarna og tekið afstöðu hvort þið viljið fá þetta app. Og þú þarft að taka afstöðu þarna. Þeir eru líka með link beint að persónuverndastefnu þannig að þú veist bara inn í App Store-inu sko þannig að þú veist áður en þú nærði í appirinn og getur þú tekið þessa ákvörðun. Okay. Já, og svo náttúrulega þessi regla, allt sem er ókeypis, allir fríi leikir og öll frí upp, mjög líklega er að reyna að gera mat á þér. Þannig að það þarf að reyna svolítið að stúdera, vil ég ná í Bubbles og gefa þeim einhverju upplýsingar eða ekki. Þú þarft að taka afstöðu til þess. Setja í netfangi, ég held að fólk eigi að hugsa tvisvar á að setja netfangi sitt eða símanúmer sitt einhvers staðar og Apple til dæmis er með svona þjónustu þar sem þú getur fengið svona felu netfang þegar þú skráir þig fyrir einhverju nýrri þjónustu þar sem Apple býr til fyrir þig netfang sem áframsendur á þitt alvöru netfang þannig að þegar þú vilt afskráða þig á þessum lista þá bara er því netfangi lokað en ekki þínu og þú þarft aldrei að hafa samskipti við aðalann bara áframsendingar netfangi er bara farið. Það er brilljant þjónusta. Er það eitthvað sem er auðfinnanlegt fyrir fólk? Já, það er rauninni, já. Þetta poppa bara upp. Þetta er líka upp, til dæmis ef það verður leki á upplýsingum, að þá er netfangið þitt, þá er bara eitthvað fake netfang sem lekur út, ekki þitt eigið, sko. Það er kannski svona það sterkast í þessu líka. Já, því það er ekki mjög sniðugt að vera að nota netfang sem notanduna inn á þjónustur til að byrja með og Apple er líka með fítur sem heitir Sign in with Apple sem er rauninni mjög svipaði fíturs og er gert kröfu að bjóða upp á í appum sem eru í App Store. Þannig að Apple hefur verið að gera flotta hluti til þess að gefa fólki val. Það eru líka inn í stýrikerfunum hjá Apple er líka svona foreldratól, parental controls sem margir eru mjög ánægðir með sem rauninni stýrir skjátímanum hjá börnunum og segir hvaða appum mega að setja upp eða ekki setja upp og það er svona leyfisfítur sem þú getur óskað eftir meiri tíma og þá getur bara fengið hérna svona beiðni í úrið hvort þú ætlar að leyfa auka hálftíma viðbót og margt annað mjög sniðugt Android sem er rauninni stærsta stýrikerfi heims í dag hjá einstaklingum er hannað og er í eigu Google. Google er að fá rosalega mikinn pening í gegnum auglýsingakerfið sitt og þessi sími rauninni þetta símastýrikerfi er rauninni hannað til þess að viðhalda þeim tekjum. Og það getur verið varasamt að nota Android síma á þess að gera ráðstafanir og stilla hann í þá átt að hann sé að vernda þig. Og það er erfiðara þarna heldur en á iOS eða
Apple stýrikerunum og það þarf aðeins að hugsa í hvernig það virkar og ég myndi í rauninni segja að en það er samt alveg hægt að venda sig samt. En það er mjög auðvelt eins og ég segi í þessum Apple-tækjum. Maður getur fundið út í kannski meira sjálfur, svona flestir með Apple en aðri getur kannski bara farið til söluaðila eða eitthvað fengið eða spurt 14 ára son sinn eða eitthvað. Einmitt. Og svo vafrinn sem líka stór hluti af okkar stafrænu heilsu og þar er Chrome stærsti vafrinn og Chrome aftur hugbúnaður frá Google og hann hefur Google hefur sýnt það í fortíðinni að Google hefur breytt hlutum í Chrome sem hagnast þeim sem er gott fyrir auðlýsingakerfi þeirra og það má alveg hafa það í huga þegar ég noti Chrome. Aðrir vafrar eins og Safari á Mac og á iPhone eru með allt öðru sinni nálgun og þar í rauninni sjálfkrafa kveikt á svona vörn gegn því að það sé verið elda í gegnum netið sem er frábært. Það eru aðrir vafrar sem gera það líka eins og Vivaldi sem er frá íslensku fyrirtæki sem ég mæli líka með og ég myndi til dæmis leiðbeina fólki að fara úr Chrome og yfir í einhverja aðra vafra til þess að venda sig. Mér finnst þetta frábær punktur en þar kemur líka að sko að þarna er fyrirtæki eins og Google mjög klókir í því að vera svolítið á undan að einfalda manni hlutina. Þú veist, maður í Chrome og þar með maður loggaður inn og maður fljótur og auðvelt að deila skjölum inn í Google umhverfinu og skipta á milli notenda og þetta er svona, þeir ná alveg að búa til þessa þjónustu upplifun en maður þarf þá kannski bara að gefa sig aðeins sérstaklega betur að því hvað er verið að hvað er maður þá að gefa móti fyrir þessa þjónustu. En þetta leiðir okkur kannski svolítið inn í þessa þessi e-mail sem þú nefnir, Apple með þessa þjónustu að búa til svona fake e-mail sem er bara, e-mail-adressur og tölvupóstar hefur verið svona leka vandamálið svona síðustu árin fyrir svona einstaklinga þar að segja. Hvað getum við gert þarna? Hvað eru svona næstu skref? Sko, við segjum alltaf hjá okkur, sko, tölvupóstur eru bara póstkort sem þú hendir. Það er í raun og veru ekkert annað. Þannig að ef þú ætlar að senda eitthvað viðkvæmt í tölvupósti, þá þarf hann að vera dulkóðaður. Og dulkóðunarmöguleikar á svona einhverjum einkapóstum og svona eru kannski ekki beint svona sjáanlegir fyrir almenning, myndi ég segja í dag. Maður sér þó svona einhver merki misgott, sko, en eins og ég segi, bara umgangast tölvupóstin þannig að gera ráð fyrir því að hann sé póstkort og ég meina alveg eins og með Messenger á Facebook. Þetta er bara póstkort og það er, ég meina, ég satt fyrirlestur hjá lögreglunni fyrir nokkrum árum síðan og það sem hann var að segja, sko, hann sá lögreglumæður vinnu við það að taka, eða svona í þessum, hvað ég var að segja, svona fölsunarmálum eða svona phishing-málum og hann fær pop-up glugga frá einhverju konu og hún byrjar að tala við hann og það koma ákveðin orð fram í samtalinu. Facebook var búið að loka akkántinum held ég innan 5 mínútna. Þannig að hvað segir það okkur? Það er einhver að fylgjast með, sko. Það er eitthvað svona, þannig að þetta er bara svona einmitt umgengni við netið, er bara einmitt eins og þú nefndir hérna í upphafi. Þetta er, þú ert í Smáralindinni, þú ert ekki inni hjá þér. Og þetta er náttúrulega ákveðin áskorun til dæmis fyrir ríkið. Í Danmörku hefur til dæmis danska ríkið farið þá leið að segja bara það er bannað að senda viðkvæmar upplýsingar í tölvupósti nema hann sé dulkóðaður. Það er bara bannað. Það eru bara reglugerðir í landinu sem segja það. Við höfum ekki alveg gengið svo langt en Persónuvernd hefur samt alveg verið skýr með það að heilsufarsupplýsingar og annað eiga ekki að fara í tölvupóst. Einfaldlega vegna þess að þetta er bara eins og að senda póstkort. Og það er held ég svona kannski með stærsta áskorunin fyrir hið opinbera. Það er að bjóða upp á rafræna öruggar sendingarleiðir fyrir samskipti við borgarana. Þannig að svona, það er allavega mitt svona, þú veist, að því að það verður svona stóra breytingin held ég að fá þessi samskipti sko ekki bara ökuskírteinið þitt eða hvað það er heldur bara þegar þú þarft að eiga í samskipti við bara þegar fólk er að senda kvörtun til Persónuverndar eða hvað það er. Að það þurfi ekki alltaf að vera prent út og skrifa og skanna og senda með bréfpósti og það tekur 3 daga og allt þetta sko. Það er held ég svona... Mér finnst það ágætispunktur því að sko það gleymist kannski oft í þessari umræðu að pappírinn er ekkert heldur endilega öruggari eða þú getur alveg týnt töskunni með öllum viðkvæmum upplýsingunum. Og þarna er maður einmitt að vonast þess að stafræna pósthólfið muni koma taka allan að fyrsta skrefi fyrir það sem búa og starfa á Íslandi
að þú getur fengið upplýsingar sendar á einn öruggan stað sem bara þitt pósthólf. En þar ekki kannski fyrsta skrifið allan að koma þessu upplýsingum á framfæri. Þú veist, í stað þess að senda inn lúguna og þú heldur einhver búið þarna ennþá en hann hættur að leigja þarna og fluttur eitthvað annað eða hvernig svo sem það Svo langar maður að bindast á tvennt. Já, hvað með það? Signal og Telegram. Eiginlega allir, WhatsApp og Facebook Messenger eru ekki góðir staðir til þess að stunda samskipti. Þau eiga þessi gögn, fyrirtækin. Og ég, eins og þegar Facebook datt niður daginn í 5 tíma, þá voru alveg nokkrir á Twitter sá ég að posta bara eitthvað guðmingóður, nú það gerst, nú allur Messenger-loggurum minn komin út, það búið að hacka Facebook. En svo var ekki, Facebook var ekki hackað, það var bara bilun. En ég myndi ráðleggja fólki sem ætlar að stunda viðkvæm samskipti að alls ekki að stunda þau á Facebook Messenger eða á WhatsApp, heldur nýta sér leiðir eins og Signal og Telegram sem eru dulkóðuð alla leið og eru ekki á þjónum í Bandaríkjunum, netþjónum. Það einmitt eitthvað sem horft mikið til allan hér á landi að þjónarnir séu einmitt varðir í Evrópu til þess að ná undir persónuverndar bara í rauninni til þess að styrkja það, í rauninni ekki til þess að baktryggja sig því að það mér langar að koma aftur aðeins inn á hugarfarið, þú veist, þetta jú, við þurfum að hafa aðeins fyrir þessu, við þurfum að lesa okkur aðeins til og það akkurat það sem að gerast núna en við þurfum að vera upplýst hvar við erum stödd og hvað hægt að gera og tryggja að það sé ekki verið að safna einhverjum óþarfa upplýsingum mann eða hvernig það snýr en kannski þú veist, þið nefndið aðeins áðan, framtíðin í þessu kannski að löggjöfin eða opinbera taki svolítið utan borgarna sín og tryggi þetta kannski þessa stafrænu heilsu samhliða annarri heilsu. Þú veist, það erum aðeins eftir á þarna. Hvað sjáu fyrir okkur að sé að fara að gerast kannski á næstu, segjum eftir 5 ár? Nú mjög mikið búið að gerast á síðustu 5 árum. Hvað sæir þú hlutina fyrir eftir svona 5 ár? Sko, þá voru náttúrulega komna niðurstöður í þessum málum sem ég nefndi. Þannig að vonandi fyrir að sjá breytingar á því. Ég held líka, við erum búin að taka mjög stórt stökk fram í svona stafrænni framtíð. Þannig að ég held að sé bara ég held að enginn sé að fara aftur í penna og sko pappír. En mín allavega svona drauma framtíðarsýn svo að við förum að sjá kannski lausnir. Af því að í persónuverndarlögunum og reglugerðinni eru gríðarleg tækifæri fyrir nýsköpun og að búa til lausnir. Bara alveg eins og Apple hefur gert. Búa til einhverja geggjaða lausn sem einföld, gagnsæ, gefur fólki stjórnina og fólk notar hana. Og þá ég ekki að tala um eins og einhvern nýjan samfélagsmiðil eða eitthvað svoleiðis. Heldur ég að tala um nýjar lausnir bara til að eiga samskipti við borgara eða fyrir stjórnvöld eða eitthvað annað. Það gefur þessu svo mikið vægi. Nú náttúrulega heilmikið að gerast í nýsköpun á Íslandi og þannig að mín svona framtíðarsýn svo að Ísland verði svona þetta mekka. Það finnst mér geggjað. Að það eru þarna tækifæri eins og innbyggð og sjálfgefin persónuvernd að gefa þessa, að hanna það inn í lausnir. Þannig að ég væri mjög glöð að sjá einhverju svoleiðis þróun. Og það eins og ég segi, það að gera margt mjög skemmtilegt þegar kemur að persónuvernd. Þetta þarf ekki alltaf að vera bara hugsaðu eitthvað svona lög og reglur og boð og bönn, heldur það bara segir beinlínis í löggjöfinni að tæknin, persónuvernd á að stuðla að framþróun tækni. En á sama tíma þá eigum við ekki að vera þrælar tækninnar, heldur við eigum að stjórna tækninni. Og það þetta hugafar sem að ég held ég vona að menn tilengi sér betur á næstu 5 árum. Samhliða þessu að þá langar mig líka að nefna, það var nefnilega sett í menntastefnu fyrir held ég næstu 10 árin eða hvað hún löng, að það núna sérstök áhersla lögð á að kenna krökkum hvað persónuvernd þýðir og friðhelgi einkalífsins. Þannig að ég mjög spennt að sjá hvernig það verður útfært, af því að það skiptir líka gríðarlega miklu máli að það að mennta fólk og láta fólk skilja hvað þetta snýst. Af því að náttúrulega við verðum að vita hvað máli snýst til að geta varið okkur og til að geta staðið upp og sagt, hei, ég ekki sátt við þetta. Ég vil ekki að þetta fyrirtæki geri þetta eða hvað, því að þegar við byrjum hérna á Íslandi þá getum við alveg
verið mjög svona hörð í okkar framgöngu. Þannig að ég vona allavega að það líka skili svona upplýstri umræðu þetta í samfélagi. Þetta er frábær punktur, þetta kemur aftur niður á fólk og hugafar og að geta stuðla þessari framþróun sem við þurfum öll svo á að halda. Við séum ekki að upplifa neikvæða hlutin heldur tækifærin sem liggja í þessu og fram að þeim tíma þá þurfum við kannski að gefa okkur, við erum kannski sjálfsöldi í smá skuld í að kynna okkur þessa hluti og læra og fræðast og lesa okkur til og svo við getum tekið þessar upplýstu ákvarðanir. Og því að snýst jú að passa okkur, við viljum samt fá alla þessa frábæru þjónustu, við viljum vita hvar besta tilboð á hundaólinni en við þurfum að geta farið kannski rétt leiðina og geta lokað út úr heima hjá okkur að það sé bara alltaf galopið. Hvað sagði þú fyrir þér? Svona Ísland eftir 5 ár. Já. Við ætlum að vera leiðandi á heimsvísu í persónuverndarmálum og ég með markmiðið stafræn, við ætlum að vera leiðandi hvað var aðrar þjóðir horfið til. Þetta er mjög bjartsýnt hjá okkur. Nei, ég er bara alveg til í þetta, þetta verður ekkert mál. Hvað segir þú? Sko ég er búin að fylgjast með Startup Ísland og mér finnst margt spennandi sem gæti verið svona í ykkar framtíð varðandi þessi samskipti og færa samskiptin á okkur vettvang sem í rauninni ekki í Bandaríkjunum og ekki inn á Facebook og að það séu samskiptagáttir hérna og það sé að þetta komast inn á upplýsingar sem eru viðkvæmar eins og heilsuvera er rosalega flott verkefni og mjög leiðilegt að sjá að það sé að valda álagi á innviðin okkar en á sama tíma þetta er frábær þjónusta og það þarf að passa hana. Ég sammála því, ég má bara rétt stinga inn í að það sem að hræðir mig þarna fannst mér svona ósangjarn fyrirsögn í rauninni í garð tækninnar því að ég hefði ekki viljað leggja það á heilbrigðisstarfsfólk að ganga í gegnum þetta án þess að hafa þennan stuðning að geta átt samskipti í stafræn samskipti. Þá hefði ég ekki búið í hvar við værum stödd í dag, þannig að þó svo við séum enn í lærdómskúrunni. Já, við sjáum þetta, það er alveg rétt, við sjáum þetta núna hvað heilsuvera er bara rosalega mikilvægt tól í að minnka álag og í rauninni auka aðgengi og hjálpa fólki í gegnum heimsfaraldur. Þetta er búið að vera mjög mikilvægt og við sjáum það líka bara að við séum í góða innviði hérna með varðandi fjarskipti líka bara gulls í gildi í svona faraldri. Og þessi hluti skipta máli. Ég væri til í að sjá í framtíðinni að það væri myndi koma einhver evrópskur aðili með samfélagsmiðil sem myndi slá í gegn. Ég er mjög spenntur fyrir þessu hugtaki að greiða fyrir svona þjónustu. Ég myndi gera það en flestir gera það náttúrulega ekki og rosalega mikið af notendum á samfélagsmiðlum eru ekki bara með fjarráð, þetta er rosalega mikið af ungu fólki. Það þarf að takla það til dæmis, þetta er samfélagsmiðlum eru bara orðnir það eldfimir að það þarf að spá í hvort þessi bannaði innan 16 ára. Þeir eru svo rosalega mótandi og það er svo mikill aðgangur hana að það er ótrúlegt. Og ekki að segja að það þarf að setja þetta undir ríkið og ríkið ráður sig og það eru búið bönn. Ég er bara að segja að það getur verið áhugavert að færa þetta frá Ameríkörnum sem eru náttúrulega bara með eiginlega enga persónuvernd og þetta snýst í rauninni það hversu mikinn aðgang fá stofnanirnar í Bandaríkjunum að persónugreinandi upplýsingum og fá að vita þig. Einmitt, það er rauninni ótrúlega það er tilkynningaskylda hjá öllum þessum bandarísku félögum til NSA og FBI og allar þessar stofnana sem er bara þeir eru með víðtækar heimildir til að komast í gögnin. Þannig að ég myndi náttúrulega vilja að Ameríka myndi bara skrifa áfram í 8 persónuvernd. Það er kannski bjartsýnna heldur en að við. Já, samt ekki Ég meina það er ákveðin alda í Bandaríkjunum. Það er búið að prófa, það eru einhverjir þingmenn búin að prófa að setja fram á alríkisþinginu held ég að þetta heiti. Frumvörp. Þannig að þetta er í umræðinni en það breytir því samt ekki að NSA og allt þetta dót þarna hjá þeim að það er kannski ekkert að fara að gefast upp Þannig að það er þessi svona, svona slagur sem er í Bandaríkjunum. Algjörlega. Og það væri gaman að sjá einmitt einkaaðila eins og Sprota fyrirtækin koma með einhverjar áhugaverðar lausnir varðandi samskipti og samfélagsmiðlun og sérstaklega líka bara líka svo fréttamiðlana. Þegar fréttamiðlanir eru líka stór brota aðili á persónuvernd og að nýta þessar persónugreinandi upplýsingar til þess að búið matur okkur. Þannig að það þarf að færa þetta eitthvað áfram. Mér finnst í rauninni mjög góðir hlutir hafa gerst síðustu árin og ég held við séum á réttri vegferð allan í Evrópu og ég held að framtíðin sé björt í persónuverndarmálum og ég er bara mjög bjartsýnn á framtíðina. Þetta snýst alltaf aftur hugafar. Ég er ánægð með þetta. Við erum ótrúlega peppi fyrir þessu greinilega. Svona að lokum, er einhver svona lykilatri, við rifjum upp margir áhugaverðir punktar búin að koma fram, veitir þið eitthvað svona, eitthvað 1, 2, 3 sem að eitt sem við til dæmis ekki rætt er
svona aðgangsstýringar eins og lyklakipa? Eitthvað sem þú vilt nefna? Já, ég meina það þetta að vera upplýstur. Við náttúrulega hjá Persónuvernd erum með vefsíðu og það heilmikil fræðsla. Ef maður fer og ýtir á einstaklingar á vefsíðun okkar þá erum við búin að taka saman alveg ofboðslega mikið af fræðslu. Höfum reynt eftir okkar bara allra bestu getu að hafa hana eins ólögfræðilega og hægt Ég held þegar vorum að skrifa alla nýju fræðsluna þá var lögfræðingunum bannað að tala sko greinar og ákvæði og svona. Þannig ég held að okkur hafi tekist ágætlega til með það. Og við reynum að setja inn ef það kemur eitthvað nýtt og þannig að það til dæmis umfjöllun samfélagsmiðla, það umfjöllun þau réttindi sem við eigum eins og til dæmis að biðja aðgang að gögnum eða þau vill láta eyða gögnunum. Þannig að það alls konar fræðsla þar inni. Það bara ágætis byrjun á punktum, myndi ég segja. En síðan þetta einmitt að vera bara, fara inn í settings og fara inn í privacy settings og aðeins bara kíkja á þetta. Íta á takkana. Það það sem ég segi alltaf, prófa að íta aðeins á takkana, sjá hvað gerist. Og stundum gerist eitthvað merkilegt sem að maður bara svona, já, heyrðu, ok, ég til í þetta. Do not track, til dæmis, sem bara alveg rosalega stór breyting og þannig að vera dálítið á tánum með það. Nota lyklakippu, sem var orð sem ég lærði hérna rétt áðan, sem þá lykilorðageymsla. Besta leiðin til að fá fólk til að nota lyklakippu að biðja þau að fara inn á haveibeenpwned.com og kannski setjum þess að slóðu einhverstaðar nálægt þessu hlaðvarpi. Þar getur þú sett inn netfang eða símanúmer og þú getur fengið upp alla aðganguna þína og hvort að þessi aðgangur hafi birst í einhverjum passwordleka, eða lykilorðaleka. Hvort það í rauninni hafi verið hakkað á einhverjum tímpúnti. Nú ertu aftur farin að hræða fólk, sko. Já, en þarna í rauninni getur við tekið stjórn. Já, rétt. Og áttaðu á því, það vandamál. Þarna eitthvað lykilorð sem þú ert búin að nota einhvers staðar annars staðar. Og þarna getur við tekið upplýsta ákvörðun, nú ætla ég að fara í lyklakippu og ég ætla að hafa einhverjum lykilorð. Ég ætla ekki að endurnýta lykilorð mín. Og þetta bara rosalega gott að sjá þetta. Og í rauninni þetta virkar að hræða fólk, en þarna getur við tekið tólinu þína heitur. Og nota flókin lykilorð og geyma þau á lyklakippni. Að því að eins og bara í Apple síma, það sem tæki sem ég þekki best, ég meina þar ertu með þessa lyklakippu og það líka upp á sko, að því ég heyrði það daginn sem ég fannst mjög góður punktur, að upp á svona svikasíður og svoleiðis á netinu, að þegar þú ert búin að vista lykilorðið á lyklakippunni, að þá ertu með réttu slóðina. Þannig að ef þú ert leiddur inn á einhverju síðu sem er búið að breyta einum stafi eða eitthvað svoleiðis og ætlar að fara að ná þetta við peningum eða upplýsingunum þínum eða hvað, að þá kemur sko, viltu nota lykilorðið þitt ekki upp og þá ættirðu þá að sjá, heyrðu, nei, bíddu, af hverju hún ekki að ná í lykilorðið mitt og þá veistu að þú ert á einhverju síðu sem ætlar að reyna að svindla þér. Þannig mér finnst þetta mjög góður punktur líka. Þetta tryggir öryggi okkar á netinu. Ég meina þessar vefveiðar og hvað við viljum kalla þetta allt saman náttúrulega mjög mikið að færist í aukana. Kannski svona hefur verið en ákveðin svona alda hérna á Íslandi síðastliðið árið eða 2 finnst mér verið aðeins að aukast. Það líka bara umræðan í samfélaginu verið að aukast svona netöryggismál sem að svona Persónuvernd kemur á skáinn í það tölustundum að Persónuvernd sé 4. stoðin í netöryggismálum landsins. Þannig að bara passa vel upp á lykilorðin og og nota flókin lykilorð og nýta þessi tól sem eru í boði og já, og ég meina Persónuvernd með símatíma, það alltaf hægt að hringja okkur á 3 dögum 5 og milli 10 og 12 og ef þið eru með spurningar sko, ef maður óviss þá bara endilega, fara á vefsíðun okkar, taka upp síman, heyri okkur og já, það svona mínar ráðleggingar held ég til fólks og vera bara dálítið gagnrýnin, spurja spurningana. Ég veit það hafa allir verið þarna að vera með uppskriftin og bara já, ok, hættu þessu, og ég meina það er engin fullkomin, sko, ég vinn við þetta á hverjum degi, ég ekki fullkomin, en það kannski bara þetta, þá maður með do not track í símanum og þá veit maður, ok, þá fór maður inn á þessu uppskriftasíðu en Apple stoppaði þetta fyrir mig, það þetta kannski sem og þarna einmitt ábyrgð fyrirtækjana, þessar stórfyrirtækja og þeirra sem eru að búa til vöru sem vinnur persónuupplýsingar. Ábyrgðin þar. Þetta að við einstaklingar, við getum tekið ákveðna ábyrgð en ábyrgðin náttúrulega fyrst og fremst að liggja á þeim sem búa til vöruna. Þetta frábæri punktar. Hvað segir þú, Atli? Já, ég bara tek undir þetta og alveg sammála. Og ég mæli með því með uppskiptunar. Ég mynd var alltaf bara svona
síðustu stundu að googla og nota netið. Svo bara fann ég gröksið, þá bara kópar ég hann alltaf bara þetta textan og sett hann inn í notes í síman eða í iPadin. Og ég geymi það bara alltaf, ég finn góða, hann bara kemst hún inn í mitt tæki. Það er mjög góða punktur því að svo finnur maður aldrei uppskriftina aftur, sko. Það er líka ákveðum. Já, svo set ég svona review neðst, svona umfyllur frá mér, eitthvað tókstu vel en ég myndi bæta þessu við. Já, takk fyrir þetta. Við erum komið rosalega marga frábæra punkta og ég held að sé bara mikilvægt að við áttum okkur á og tökum svolítið sjálf ábyrgð á meðan það vera svolítið svona, við erum að ná í skottið á tækninni ef maður svo má orðið komast. Þetta snýst mikið hugafar, við skulum reyna að vera eins upplýst og við getum, tökum fagnandi þeim sem eru þá með cookies og lesum það, því að hugsanlega er bara að vera að reyna að bæta þjónustuna við þig en fylgjum þessum ráðum sem hér hafa komið fram. Takk kærlega fyrir komuna og takk fyrir frábært stafrænt spjall. Já, takk fyrir. Takk sem leiðis.